Og áfram hölduðu með föstudagsþáttinn og N4. Og nú það leiklistinn. Þau eru komin til mín frá leikfélagi Hörgdæla, Beta og Axel. Velkomin. Takk. Gauragangur, það núna bara að fara í gang. Sá gauragangur. Já, það allt að fara á stað. Já. Það eru prufur framundan, eða ekki? Jú, 1. september eru söngprufur. Og það bara hvað eftir viku? Já, sunnudaginn eftir viku. Já. Og svo bara verður farið á fullt á mánudagskvöldi á eftir, annan, að fara að lesa. Já. Og hvetjum alla til þess að koma náttúrulega. Já. Söngprufurnar fara fram bara á mailum eða hvað? Já. Og þarf maður ekki að skrá sig eitthvað í þær? Söngprufurnar fara fram á mailum, jú, það þarf að skrá sig í þær, en samlesturinn öllum opinn. Þannig að það er óþarf að skrá sig þar en bara hvetjum fólk til að mæta. Já. Því einhverjir eru það nú sem að kjósa ekki að syngja, og það eru hlutverk. Já, það eru sannlega hlutverk sem krefist ekki söngs, en þetta byggir samt mjög mikið upp á söngum. Allt þetta heitir leikrit með söngum, þetta ekki söngleikur. Já, ég myndi halda að vera skilgrænt þannig. Þetta ekki söngleikur sem söngleikur. En hvað þurfið þið marga leikara? Eru þið með tölu? 25 kannski. Já. Myndum við sleppa með. Já. Þetta alveg upp undir 30 hlutverk. Já. Eitthvað þetta að dúblera kannski? Já, eitthvað þetta að dúblera. Og hver ætlar að leikstýra? Hann heitir Gunnar Björn Guðmundsson. Já, okkur góðu kunnur hérna fyrir norðan. Var hann ekki með Línu í fyrra? Hann var með Línu í fyrra og Böxi Malón. Hann þekkir sig vel hérna. Já. Og kann vel við sig hérna. Og var bara mjög spenntur þegar við höfum samband við hann. Frábært. Og svo hefist bara æfingar þarna á mánudagskvöldinu og bara... Þá erum við bara byrjuð og vonandi bara búið að ræða hlutverk bara fljótlega, þriðjudag, miðvikudag. Já. Að því gefna að við fáum fólkið á samlesturinn og í söngprufurnar sem við þurfum. Þegar maður ekki búinn að skrá sig en viljum endilega fá fleiri. Og þegar maður kemur í svona söngpröfu, maður þá bara búinn að undirbúa eitthvað lag eða kannski búinn að finna lag úr verkinu og æfa sig aðeins heima? Það hugmyndin að ég vali eitthvað lag úr gauragang. Það hins vegar ekkert heilagt, en hún verður þarna með okkur. Hún Fanney Snjólaugardóttir, söngkona og söngkennari sem mun verða söngstjóri og mun taka einhverjar æfingu með þeim sem að koma í pröfur. Og komin dagsetning á frumsýninguna kannski líka? Það verður upp úr miðjum október. Já, bara kýla á þetta. Það nú ekki hvað dag við vorum að stefna. Þetta var svona rétt upp úr miðjum október. Þannig að það fer bara allt á fullt eftir pröfun. Það bara að fara æfingar í gang og bara svo verður bara frumsýnt. Þetta bara þannig. Drífið þess að stafsögur þetta sína svolítið vel fyrir áramót. Nú var þetta náttúrulega unglinga, er það ekki, þetta verk? Þetta svolítið... Þetta þroskasaga ungmanns og í rauninni, þetta mjög svona djúpvitturt verk. Af því þetta snýst að taka ábyrgð á eigin lífi og allar það leksíur sem við förum í gegnum sem ungt fólk. Hann fær svolítið kannski að kenna á því svolítið harkalega á tímabili en kemur sterkari hinum megin. Og þetta að okkar mati ofboðslega skemmtilegt og vel skrifað, þetta leikrit. Og það mikil tilhlökkun, við erum búin að vera lengi að undirbúa okkur. Já, búin að horfa lengi á þetta verk og langar sér til. Við erum búin að horfa lengi á þetta verk og við erum búin að undirbúa okkur og við erum með valið fólk. Í hverju rúmi það Haukur Sindri Karlsson sem ungur maður hérna fyrir því sem að sér músíkina. Og ofsalega hæfileikaríkur ungur maður. Það Fanney Snjólaugardóttir sem sér mun þjálfa sönginn og Anna Breiðfjörð mun sjá kóreógrafi og dansa. Það eru listamenn bara í... Það eru listamenn í hverju horni. Já, og svo þetta leikstjórinn. Svo erum við með ofsalega færan mann í tæknimálunum, Þóri Gunnar. Þannig að við erum bara með bara topplið. Stórskotalið. Ætlið þið sjálf að leika, reyna það? Ætlið að reyna að fá hlutverk? Ekki ég allavega. Ég ætla að reyna, það verður nú að mæta á samlistur og vona það besta, en söngprufurnar fyrir nú ekki. Svo það bara leikstjórans að reyna að finna út hver á að gera hvað. Já. Magna.
Vitið þið eitthvað hvað leikstjórinn að hugsa með það að fá ungt fólk í að leika úlingan? Ég meina maður sá alveg Ingvar Sig leika Orm sko þegar hann var talsvert yfir 20 sko. Eða þið vitið þið hvernig það er? Við auglýstum pröfurnar allavega fyrir frá 16 ára. Já, svo sjáðu bara hverju koma. Og svo sér maður bara hvað kemur. Já. Þetta náttúrulega svona, þetta svo mísjönd hvernig fólk líka. Sem ekki tala ekki langt niður fyrir sig og allavega. Algjörlega. Þannig að það bara... Svo snýst þetta líka svolítið mikið hvernig raðast saman. Þannig að það verður að vera raunhæft og svona raunverulegt að horfa á það þó fólk sé kannski ekkert endilega á sama aldri í rauninni að það sé trúverðugt það sem við erum að horfa á að virki. Þannig að það verður bara svolítið að koma í ljós en við erum bara að leita þessu, ekki síst þessu unga fólki. Já. Hvetjum bara alla til að skrá sig í pröfum. Finnum maður ykkur ekki á Facebook eitthvað svoleiðis? Finnum okkur á Facebook og við erum bara að auglýsa og það er heimasíða og leikulega dagskránni og það er alls staðar að koma. Þetta ekki að fara fram hjá neinum sem er eitthvað með leiklistabakteríuna í sig. Nei, held ekki. Það sé ekki hægt. En lendið þið kannski í því að fá allt og marga eða verður það ekkert vandamál? Það væri stórkostlegt. Það er bara lúxusvara. Það er lúxusvara. Við einhvern veginn höfum ekkert stórkostlegar ágjörð því ennþá af því við þurfum svo marga. Þið þurfum marga. Þannig að það var náttúrulega rosalega gaman. Og kannski kemur einhver sem hefur bara aldrei tekið þátt í svona leiklistastarfi, þá getum við bara sagt honum með henni að þetta verði mjög gaman, þetta verði mjög krefjandi. Vonandi. Þetta er náttúrulega fyrst og það er náttúrulega eina lór sem er hægt að gefa. Þetta er ósalega gaman. Og í rauninni kannski líka annað lór, þetta er eins og þú segir, þetta er vinna, þetta er mjög krefjandi, mikil viðvera. Þú gerir ekkert mikið annað akkúrat meðan við ræða þetta upp. Nei. Þá er þinn frítími nánast bara í þessu. Þú kannski ert í einhverju vinnu, en svo beint á meðan að æfa. Eða í skóla og svo bara. Já, skóla og gerir ekkert meira heldur en það. Það er bara svoleiðis. En þetta er rosalega skemmtilegt. Já. Og þetta er náttúrulega krefjandi fyrir alla og okkur líka að koma á stað. Er þetta ekki svolítið dýrt projekt? Eigið þið fyrir þessu eða treystið þið bara á miðasöluna eftir á? Í og með. Við eigum alveg svolítið af peningum. Jú, þetta kostar alveg fullt af peningum. En maður náttúrulega treystir á að fólk koma að sjá okkur líka. Hefur ekki gengið vel hjá okkur undanfarið? Jú, það hefur alltaf gengið mjög vel. Hafið þið tekið sjálf þátt í Skriljón uppfærslum? Já. Við hefum tekið þátt í mjög ekki alveg Skriljón, en dálítið mörgum. Og alltaf jafn gaman? Alltaf jafn gaman. En það sem maður kannski er núna, eitt af verkefnunum er nýliðun. Við þurfum alltaf auðvitað að Þannig að þið fagnið nýju blóði? Við fagnum mjög. Við erum lítið leikfélag og með svona fastan kjarna sem hefur verið lengi. En það er alveg stórkostlegt að fá nýtt fólk að inn. Það er nýtt fólk. Það er alltaf gott að fá nýtt fólk. Þetta eru fín lokaorð. Við hvetjum bara nýtt og forvitið fólk til að skrá sig í pröfur og kíkja og líka alla sem verið hafa áður og eru gamlar leikhúsrottur. Takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu og gangi ykkur vel.